Þá er það seinast í fyrirstunni dag og nú ætlum við að halda enn frekar áfram að skoða í raun svona seinasta pólinn í CSS 2.1 speknum sem er þá Visual Formatting módelið sem byggir ofan á box-módelinu og leyfir okkur að fara að færa og eiga við boxina á síðun okkar, elementin. Þegar ég segi element eða box þá er þetta yfirleitt bara box er eitthvað element sem er búið að plæða einhverjum stílum á og er í raun að vera reikna út frá box-módelinu. Afsakið. Þetta Visual Formatting módel segir til hvernig boxin okkar haga sér. Þau geta annarkvort verið blokk eða inline í grunninn og það sem að segja til þetta er display eigindið. Síðan eftir því hvað display eigindið er skilgreint sem þá er boxin okkar annarkvort eru þau reiknuð í eðlilegu flæði. Síðan ef við notum staðsetningu með því að nota position eigindið þá eigum við það hvernig þetta eðlilega flæði er reiknað og hvernig þau taka þátt boxin í þessu eðlilega flæði. Og sama með float. Þá getum við fleytt elementunum fram og tilbaka á síðan okkar. Og síðan ef við fyrir að eiga við staðsetningunum með position þá getum við farið í raun að raða hlutum á síðunni ofan á hvert öðru og þá þurfum við einhvern veginn að hafa leið til þess að skilgreina hvað sést. Þegar ef ég er að raða hlutum ofan á hvern annan, hvaða hlutur er þá efstur og hver er neðstur. En fyrst er þetta normal flow eða bara flow eða eðlilegt flæði á síðunni og það er ef við höfum ekki skilgreint hvernig element á að haga sér á síðu, bara ef það er ekkert CSS sem tekur til síðunar þá er það í eðlilegu flæði og er annarkvort blokk eða inline og það fyrir eftir elementunum og þá eru elementin í raun sem skilgreina hvort þau eru blokk eða inline. Blokkelement forma blokkir og fylla upp í alla breidd foreldrisins. Þannig að þau taka eins mikla lárétta breidd og geta en inline element forma ekki blokkir, heldur dreifa sér í línur. Það er að segja að þau fyrsta elementið er bara fyrst, svo kemur næsta og það leggst við hliðin á því og svo framvegis þangað til að plássið í línunni er búið og þá verður til ný lína og svo heldur það áfram, svo verður til ný lína og þá er þetta til dæmis eins og orðin eða stafir, þau raða sér upp bara í línu og þá fáum við texta sem í raun flæðir bara. Og þá er það til dæmis eins og span eða em eða strong, þau öll eru inline en blokkelement eru svo p, h1, div og svo framvegis. Og munurinn á þarna er að inline element, þau fá ekki láréttu margin, margin left eða right og þau geta ekki, það er ekki hægt að skilgreina width eða height á þeim. Og við getum átt við þetta, hvort að element sé blokk eða inline með display eigindinu og þá display block lætur það að haga sér sem blokk, inline haga sér sem inline en síðan höfum við aukalega leið til þess að láta inline element haga sér eins og blokk að því leyti að það geti tekið á sig vinstri og hægri margin og width og height. Síðan getum við líka bara fjarlægt element algjörlega út úr síðun okkar og þá getum við notað display none og þá er í raun bara þegar við erum að reikna eðlilegt flæði og þegar við erum að reikna útlitið okkar þá er eins og elementi sé ekki til staðar. Og ef við skoðum dæmi þetta þá eru hérna með nokkur element og þau eru með mismunandi stíla hérna. Þannig að öll þeirra eru 50x50 pixlar. Þau eru með 20 pixla margin allt í kringu sig. Þau eru með 2 pixla solid rauðan border og þau eru með 20 pixla padding. Þau eru síðan með svartan bakgrunn og hvítan texta. Síðan eru við með blokk, inline blokk og none og þau setja bara gildin eins og gefur að skilja. Þannig að hér höfum við fyrsta elementið og það er blokk og þá sjáum við að það tekur bara eins mikið pláss hérna og það getur en það á samt bara elementið á bara að vera 50 pixla breitt þannig að þá gerist ekkert annað í þeirri þar við hliðina á. Síðan fyrir neðan þá erum við með inline block element og svo hérna það display inline block og
annað sem inline og þau leggjast upp að hvort öðru. Þannig að þetta hérna tekur það pláss sem það þarf og inline elementi kemur síðan við hliðina á og tekur það mikið pláss sem það getur. Þannig að þau leggja hérna alveg hlið við hlið. En inline blokk og blokk, þess að munun hérna þetta fær að skilgreina width og height og margin left og right, á meðan að þetta hérna gerir það ekki. Þó svo að þessi skilgreint hérna, þá ekki tekið til í útreikningunum á hérna breiddinni á boxinu hérna. Síðan fáum við í raun non-box og það bara hvergi, það bara tekið alveg í burtu. En ef við breytum þessu, þá í raun poppar það þarna inn og til staðar, en eins og sjáum þá í raun hækkar og lækkar síðan eftir því hvort það sé ekki. Þannig að ef það ekki, þá bara tekið og það reiknað eins og það sé bara ekki með. Eins og það sé ekki bara skilgreint hérna. Svo kemur annað blokk, svo kemur inline blokk, inline og inline blokk, þannig að þá í raun raðast þau svona saman og þá getum við séð hvað gerist ef að plássið ekki nægilega mikið, þá hérna stettaðu í þessa nýju línu. Eftir því sem að það pláss fyrir box í línunni, þessar hérna línu, hér ekki nægilega mikið pláss til þess að þessi hérna passi, þannig að þá dettur hann í nýja línu, en núna í raun á þessum tímapunkti þá fær það plássið og svo ennþá minna pláss og þá í raun fara þau bara og leggjast svona saman. Þannig að þarna getur farið að skipta máli hvað að gerast eftir því sem við höfum meira og minna pláss. Til dæmis þetta hvernig við viljum að þetta líti svona út þegar við erum í þessum 396 pixla breiðum skjám, eða þurfum við að hugsa hvernig öðruvísi það hvernig við erum að láta þetta vera að taka útlit. Þetta að vinna með eitthvað annað en box eða allt svoleiðis bara eitthvað hakk ofan á boxin? Já, þetta allt í grunninn box. Þetta allt, þegar við fyrir að skoða það eins og flexbox og grid, þá það bara svona layout kerfi sem hugsa það hvernig ég raða boxunum mínum. En í grunninn þetta allt bara eitthvað boxin í boxin í boxum og svo bara hver þeirra að raða þeim hvernig. Eins og hérna, þá væri gott að nota eitthvað eins og flexbox. Flexbox þá í raun flexible boxes, sem leyfa okkur þá að hafa meiri stjórn yfir því hvernig þetta hérna raðast. Síðan kemur þessu sem við ræddum áðan með hvað gerist ef að efnið fyrir að flæða út úr boxi og í raun CSS veit þegar efnið flæður út úr boxi þegar ekki nóg pláss og þá getum við notað þessa overflow eigindi til að skilgreina hvað gerist. Þá visible, efnið sem overflowar visible, það sjálfgefið. Hidden, þá felur það efnið. Scroll, þá gerum við ráð fyrir því að það muni flæða út fyrir og við birtum alltaf bæði vertical og horizontal skrunnstikur eða hérna scrollbars. En auto, þá ef að efnið að fara út fyrir, þá birtast skrunnstikur, annars ekki. Og við þurfum sérstaklega að hugsa hvað gerist, hvernig overflowið okkar, hvernig á það að virka ef við erum að takmarka hæð á efni. Og þetta sérstaklega svona þegar maður að vinna með efni og maður að vinna með einhverja hönnun og maður gerir bara ráð fyrir því að það muni aldrei verða stærra en eitthvað ákveðið. Já, auðvitað verður titillinn á þessu efni aldrei lengra en 3 orð eða samtals 40 stafir eða eitthvað svoleiðis. En hvað gerist ef að þú allt í einu leyfir einhverjum að skilgreina ennþá lengra og titillinn verður rosalega langur, það verður kannski rosalega langt eitt orð og þá verður þetta svona hvað fail casein hjá manni. Þannig að þegar maður er að vinna með CSS þetta oft að búa til svona meira robust útlit með því að hugsa þetta. Hvað gerist í rosalega stórum skjám, hvað gerist í rosalega litlum skjám, hvað gerist með rosalega mikið efni, hvað gerist með rosalega lítið efni, hvað gerist með ekkert efni, hvernig lítur síðan okkar út þá. Maður getur sett bara overflow hidden, en það svona rosalega ódýr og ekki fagleg lausn, af því þá bara felum við efnið og þá erum við bara að segja passaðu bara, ekki setja of mikið efni, þá brotnar útlitið. Þegar vefurinn vill vera flexible, hann vill geta tekið við efni sem alls konar og þess vegna notum við frekar eins og overflow auto eða eitthvað svona eins og flexbox til þess að stýra útlitinu. Þannig að þá getum við sé hérna hvað er að gerast. Þannig að hér erum við með þetta var hönnunin okkar, góð hönnun, rauður border og texti og svona mikill texti og við gerum bara ráð fyrir að það væri alltaf. Boxið okkar átti að vera svona hátt, þannig að við settum hæð á það. En síðan kom einhver og setti inn meiri texta. Þá sjáum við hérna hvernig
hvert pláss boxins og svo hvernig auka efni bara flæðir út úr bóksinu og tekur bara pláss einhvers staðar. Þannig að ef það væri annað bóks fyrir neðan, þá myndi textin bara leggjast ofan á það. Síðan hérna fyrir neðan, þá erum við með hidden og þá bara segjum við bara eitthvað, ups, bara your bad, þú veist, það er bara, sést ekki. Eða hérna með, það mun taka til part af þessu. Þið munu, ég held að þið þurfið ekki að hugsa overflow í næsta verkefni, en á einhverju tímapunkti, kannski seinna. Hérna erum við með auto, en það þýðir þá að ef það er minna efni, þá erum við samt með skrúfstikurnar. Það eru bara óvirkar, af því að það er ekkert til þess að skrolla. En hérna er raun auto, og þá þarf við raun, ok, við þurfum bara lóðrétta skrúfstiku til þess að sýna allt efnið, og þá er þetta svona best case hérna. En oft þarf maður líka eitthvað aðlaga að þessu, maður til þess að gera ráð fyrir að því þetta tekur pláss, þannig að paddingi okkar þarf kannski að vera meira og þetta er svona, þetta er meiri vinna en þetta er faglegra að hugsa um þetta. Staðsetning er síðan eitthvað sem við getum breytt með position eigindinu og þá tekur hún 4 gildi fyrir position, 4 lykil, 5 reyndar. Og sjálfgefna er position static, sem þýðir þá í raun bara elementið er í eðlilegu flæði. Og öll element eru með þetta, þannig að kasketin mun alltaf finna position static, mun í raun ekkert, þess vegna er allt bara í grunninn í eðlilegu flæði. Síðan relative, þá er þetta í hlutfallslegt miðað við eðlilegt flæði, absolute, algjörlega skilgreind, absolutely positioned miðað við hvar boxið á að birtast, eða fixed, og þá er það út frá því hvar glugginn er, út frá glugganum sjálfum, svo viewportinu, út frá vafraglugganum, og svo er það nýjasta sem er sticky. En þegar við fyrir að eiga við position, þá er annað hugtak sem kemur til og það er containing block. Og það er það sem gerist ef að element er ekki position static, eða relative, absolute, sticky eða fixed, þá verður það að containing block. Ef það er ekkert containing block í trénu okkar upp að rótinni, þá er fyrsta containing blockið rótarelementið. Og það er þá yfirleitt HTML, þegar öll skjöl eiga að byrja á HTML elementinu. Og sumir útreikningar í þessu sem við erum að fara að skoða taka mið af containing block. Þannig að við geymum það hann og rifjum það upp á eftir. Síðan þegar við erum að fara að staðsetja hlutina, þá þurfum við að skilgreina hvernig á, ef ég ætla að staðsetja eitthvað absolutely, þá þurfum við að geta skilgreint miðað við hvað. Og þá notum við þessi offset eigindi sem eru top, bottom, left eða right. Segja það til ég vil positiona eitthvað absolutely út frá top 0, bottom 0. Nei, top 0, left 0. Þá fyrir við efra vinstra hornið eða einhverju á hinum hornunum eða í miðjunni eða eitthvað slags. Og þarna getum við verið með neikvæð gildi, þannig að við getum verið að færa hluti inn og út úr upp eða niður, út frá hvernig layoutið okkar er. En position relative virkar þannig að þá er byrjað því að reikna út hvar boxi birtist út frá eðlilegu flæði, þannig að það er bara reiknað er þetta box eða inline eða hvað það er, og síðan er þetta flutt hlutfallslega út frá því offset. Þannig að þetta er við einhverju röð, þú segir position relative mínus 20 pixlar, þá er það dregið úr eðlilegu flæði upp 20 pixla, eða ef það er top 20, niður 20, eða vinstri hægri. Þannig að þá get ég relatíft út frá því hvar það er, get ég fært það. Absolute gerir svipað, nema þá er boxið tekið algjörlega út úr þessu eðlilega flæði og það er ekki reiknað með. Og það er staðsett algjörlega út frá containing block, sem er þá næsta containing block í trénu eða rótinni ef það er ekkert skilgreint. Og þau skilja ekki eftir sér pláss, þannig að þau eru bara fjarlægð og reiknuð sérstaklega. Og svo svona use case sem er hægt að nota þetta sem sýnir í raun bæði er hvernig við getum fengið eitthvað element til þess að fylla alveg út í foreldrið sitt. Þá getur þetta til dæmis gerið ef við erum með vídeó, eins og við tókum dæmið áðan, þar sem við viljum að það fylli út í foreldrið sitt og foreldrið er eitthvað sem er skilgreint sem 100 WAV
VAF-H 100 VAF 2x VAF, eitthvað sem fyllir alveg út í skjáin og það vil í raun geta fyllt út í það með vídeóinu. Þannig að þá getum við notað eitthvað svona sem að nota þá position absolute og setur öll offset eigindin í 0. Þannig að þá segir það í raun verður bæði í botni og í toppi sem þýðir þá að tógast bara á milli, verður bæði vinstra megin og hægra megin sem þýðir að tógast á x-ás og svo y-ás og fyllir það út í. En þá verður foreldrar að vera containing block, þegar annars í raun fer þetta bara eitthvað í klessu. Og þá fáum við eitthvað svona pattern þar sem við erum í raun með eitthvað það sem við viljum að fylla út í, það er position absolute og þá erum við að passa að parentið verði position relative. Síðan áður við síðan dæmi, þá skulum við fara við fixed líka, en það er í raun bara eins og þetta tvennt, nema það er first birting með við viewport. Tökum boxið út úr eðlilegu flæði og staðsetjum það út frá viewportinu. Þannig að top left væri bókstaflega top left hérna í vafranum, bottom left væri bottom vinstra megin í vafranum. Og þau hreyfast síðan ekki þegar skjalinu er skrollað, þannig að þá getum við fengið svona sticky eða svona nav sem fylgir okkur eða eitthvað svona. Og aftur eins og absolutt, þau skilja ekki eftir sér pláss og þau eru ekki með í venjulegu flæði. Þannig ef við skoðum dæmum það hvernig þetta haga sér, þá erum við með einhver box hérna, vilt ekki, og lókum þessi bili. Og fyrst erum við með í raun bara eðlilegt flæði, þannig að þá sjáum við hérna eðlilegt flæði, við erum með einhver box, þau öll fá bara þennan gráa lit og eru merkt með einhverju hérna inni, eru öll með fasta hæð og hérna ekki fasta breidd, þannig að þau eru í raun fylla upp í foreldrið sitt, þannig að foreldrið þeirra er þetta section og það er raun bara staðsettur við hérna. Og svo sjáum við líka hérna að main er með margin 0 auto, max width 800, sem þýðir þá að allt efnið hérna inni er að miðjast á síðunni. Þannig að ef ég tek þetta hérna, þá fer það hérna til hliðar. Ef ég tek max width, þá fyllir það út í allt, allt plásið sem er í boði. Og þá sjáum við líka að þetta er í raun eðlilegt flæði. Það fyllir út í sitt alveg hérna og það er engin takmörkun á þessu hérna. En ef við gerum takmörkun þetta, þá takmarkast öll börnin undir þessu. Þetta hérna er þá orðið bara allt lárétta plássið er skilgreint af foreldrinu. Þannig hérna er eðlilegt flæði, boxin fara bara eitt eftir hvert öðru. Síðan næst höfum við hlutfallslega eða relative positioning. Þannig að þá fáum við hérna og þá erum við búin að gera eitthvað við box 2 og 4. Þannig að box 1 er bara 1, box 2 er 1, nei er ekki 1. Það er búið að gefa því hérna background color, einhvern svona lime grænan og það er búið að segja position relative. En ef við fjarlægjum það, þá poppar það eitthvað. Sama hérna, ef við tökum þetta hérna, þá poppar það eitthvað og þá sjáum við, þá eru þau í eðlilegu flæði eftir það er ekkert skilgreinin position eigandi. En ef við setjum sér box 2 aftur í position relative, þá sjáum við að það er tekið og ef við setjum þetta í 0 og þetta í 0, þá er það í eðlilegu flæði. En síðan getum við fært það hlutfallslega út frá því hvar það var reiknað. Þannig að til dæmis ef við værum með mynd og við myndum vilja láta birtast einhverju svona infoglugga fyrir ofan myndina, þá getum við sett það með myndinni sett position relative og á toppnum og þá kemur það alltaf út frá því hvar myndin er. Þá getum við sagt til dæmis alltaf 20% af myndinni, left 20% og þá myndir boxið alltaf staðsetjast þar fyrir ofan myndina út frá því sama hversu stór myndin er. Og svo þetta hérna, ef við setjum það aftur, þá sjáum við líka að mínusskildi virka, þannig að við getum fært það upp og niður vinstri hægri á öllum aðsum eins og við viljum. Sko, það er gott að nota þetta hérna til þess að fikta sig áfram og sjá svona hvað er að gerast. En leið og ég í raun refresha, þá detta allar breytingarnar mínir í burtu. Nema maður fari hérna á skilgreini workspace og geri eitthvað folder og þetta er eitthvað svona, en það er svo mikið vesen að hérna, ég nota það yfirleitt ekki. En þú veist, ég get tekið þetta hérna bara svona, bara og copy-paste þetta síðan yfir í CSS-skjalið mitt þegar ég komið með eitthvað svona alveg tip-top, ég vil nota þetta. Þannig að það er bara svona eina. Ef þið refreshið, þá hverfa allar breytingarnar ykkar. Já.
þannig að nei, það í raun þið fáið það stílað til eins. Þið getið sótt CSS validator, byrju, ég ætlaði nú að opna bara eitthvað hérna. Þannig hérna erum við með CSS og þetta bara stutt hérna sem CSS og ég fæ hérna H1 font size, ég fæ þetta frá bara VS Code og segir það mér desired height of glyphs from the font, bara yfir í MDN og ég get sett eitthvað hérna 1EM og það gefur mér möguleika á þessum lengdum, segir hérna þetta eru lengdir þannig að það gefur svona hint fyrir framann og ég bara VS Code out of the box, bara mjög þægilegt til þess að vinna með CSS. En aftur á móti til þess að sjá, þú veist, að því að eins og spurði það sko, ég sé ekkert hvernig þetta túlkast þegar ég er að byrja yfir í eitthvað svona. Þannig að þá er oft gott að vera með kannski eitthvað hérna svona til hliðar og vera að vinna og horfa á það sem er að gerast og hérna, vista hér, reloada hér. Það er oft svona patterni sem maður er að vinna. En í hverju? Inspect eða hérna upp í View, Developer, Developer Tools. Og þetta er líka á Mac er þetta Command Alt I, Command Shift I fyrir ekki. Og þá farið þetta upp, eða getur alltaf bara farið hérna og gert Inspect. En já, nákvæm staðsetning, þá er þetta aftur eins og við vorum með, þetta er þessi 4 box og ef við fjarlægjum hérna, þá sjáum við þau poppa á sinn stað. Og hérna er í raun eitthvað farið að eiga við, þannig hérna er eitthvað við búið að setja, þannig fjarlægjum það líka. Þannig núna byrjum við í eðlilegu flæði, en síðan tökum við box 1 og við látum það verða position absolute og þá í raun hoppar þetta allt saman upp og eðlilegt flæði í raun reiknar ekki með boxi nr. 1. Og það sem að gerist þá í raun út af því að það er ekki reiknað með því í eðlilegu flæði, þá hefur það ekkert kontekst til þess að fá neina breidd. Þannig að það er í raun engin breidd sett á elementinu nema nákvæmlega það sem þarf til að birta efnið inn í því. Þannig að ef við fjarlægjum 1, þá í raun verður það ekkert og þá verður það í raun og veru bara paddingið sem er, og ef við takum paddingið, þá í raun fær boxið, þá er það þarna uppi og það er 0 sinnum 50 pixlar, þannig að það bara sést ekki. Það er ekkert, það hefur enga breidd, þannig að það sést ekki. Þannig að þetta er það sem að gerist þegar við hérna tökum úr eðlilegu flæði að hérna hvað er aftur einn? Reloadum bara. Þannig að það er það sem að gerist þegar við notum position absolute. Og þá sjáum við líka að þetta hérna box er containing block, en ef við fjarlægjum position á þessu, þá hverfa þau eitthvað. Og hvert hverfa þau? Jú, hérna upp í hornið, af því að þá er í raun rótin orðin containing block og hingað, af því að þetta er staðsett út frá top og left. Þannig að útið er ekki containing block, þá fer það bara og finnur næstu containing block í trénu og það er ekki það sem við viljum hérna, þannig að þá þurfum við að passa upp á að foreldrið sé containing block. Og þá getum við séð hérna að þá getum við nýtt þetta tvennt, þannig að relativt og hérna absolute til þess að láta eitthvað fylla alveg út í foreldrið sitt. Þannig að þá erum við með eitthvað barn hérna og ég vil að það fylli alveg út í og ég veit ekki nákvæmlega hversu stórt það er. Ég vil bara tegja sig alveg út í þetta. Þá getur ég tekið þetta hérna, sagt þetta fill sem er position absolute, öll gildin hérna í 0. Parentið, position relative og þá fyllir alveg út í. Aftur, ef það er ekki containing block, hverfur það eitthvað og í raun fyllir út í containing blockið á breiddina og hæðina sem er þá ein skjástar hérna fyrir ofan og ekki það sem við viljum. Síðan höfum við þessi hérna box sem eru búin að vera eld okkur. Þau eru hérna í fixed hérna og þau eru þá sett sem position fixed. En ef þau eru það ekki þá hverfum við þetta hérna í eðlilegt flæði. En annars eru þau bara staðsett hérna bottom right, top left og fylgja okkur þegar það er skrollað upp eða niður á síðunni.
Síðan svona nýjasta Position Sticky, eða klistrið staðsetning, og hún samblanda af hlutfallslegri og fastri staðsetningu. Sem þýðir þá að það reiknað út frá eðlilegu flæði, þangað til að það komið einhverjum ákveðnu þröskuldi á containing block sem við stillum með offset eigendunum, og þá fyrir þetta reiknast eins og þetta væri hlutfallslega fast. Þannig að þetta svolítið svona gott að skoða þetta þegar maður búinn að aðeins að koma sér inn í CSS positioning. En það þýðir þá að ég get verið með þetta og núna þegar ég skrolla þá fáum við svona A-ið fylgir með þarna uppi og svo fylgir C-ið með, og það kollapsa sér alltaf á næsta staf, og við getum fengið svona sem fylgir okkur, með svo fastan header á töflu eða eitthvað. Og þetta bara Position Sticky top 0, og ef við tökum þetta af, þá bara þetta eins og þetta sé ekki sticky, en annars stikkar þetta svona með og fylgir eftir. Og þetta þá svona pattern sem var til eftir að þetta svona eitthvað sem var oft útfært af forriturum og var bara til sem nýr partur af CSS. Síðan það þessi þriðja vít, þegar við erum búin að taka í raun að positiona relatíft eða absolutely eða fixed, að þá getum við lagt hluti ofan á hvern annan, og þá fáum við svona stacking order, sem þá í raun bara hversu hátt það á setaásnum. Ef við ímyndum okkur að setaásinn komi út úr skjánum í áttina á okkur, þá í raun hærra gildi nær notanda og hærra á setaásnum. Þannig að ef ég set stacking order 3, þá það nær mér og birtist ofan á einhverju sem stacking order 2. En síðan getum við átt við þetta stacking order með því að setja seta index, sem ekkert svakalega vel nefnt property, og þá getum við gefið í tölu, sem þá jákvæð eða neikvæð heiltala, sem setur stacking order ofan eða neðar. Þannig að þá getum við dregið hluti fram og tilbaka á setaásnum. En við getum lent í hellirinni vesinni þegar við förum að nota svona absolute og relative positioning og erum að setja margar hluti saman. Af því að ef við erum með element sem með barn sem á að birtast einhvern veginn út úr, þá eitthvað svona popover eða eitthvað svona bubla með upplýsingum sem kemur þegar ég hofar yfir eitthvað eða gerir eitthvað aðgerð, en það inn í einhverju elementi sem absolutely positionað, þá mun það innra elementið aldrei geta fengið hærra stacking order en foreldri sitt. Og ef við erum með tvo hluti hlið við hlið, þá mun sá sem seinna skilgreindur í trénu fá hærri forgang. Þannig að ef við skoðum þetta bara þegar hún er að tala með þetta, þannig að þá erum við með einhver box ég hofar yfir það og þá fæ ég einhver svona upplýsingar, auka upplýsingar. En núna ef ég fer á næsta box, þá fer það og leggst undir þetta box, út af því að ég vil að þetta box með position relative og með seta index 1, og þannig að núna sjáum við það ekki einhver position relative, þannig að þá sjáum við að birtast alveg út í kantinum á sjónum, saman með þetta þannig að þau þurfum að vera með position relative, af því að annars í raun verða þau ekki af containing blokki. Þannig að ef við setjum og við förum sem hof og sem hover, þá getum við í raun látið eins og þetta sé hoverað, svo við getum aðtúa hvernig þetta þá tooltipið okkar þá sjáum við að tooltipið okkar bara með display none, en á hover á foreldrinu þá fær það display block, þannig að þá birtist allt það bara svona poppar það inn. Og fyrir þennan þá leggst hann undir, út af því að þessi gaur, hann líka með seta index 1. Þess þýðir að þessi með seta index 1 líka, en hann seinna í trénu, sem þýðir að þetta þó svo að þessi hér tooltip sem sett með seta index 100, þá mun það aldrei verða hærra en 1. Þannig að það mun aldrei geta brotist út fyrir foreldri sitt. Þannig að þarna þarf maður að annarkvort að taka tooltipið einhvern veginn út úr trénu og hafa það til hliðar, eða fara að grípa til einhverja flóknari CSS pælinga. En þetta svona
þess vegna oft líka bara svona sleppa því að vera með svona hover pattern þegar þau eru yfirleitt ekki accessible eða þægilegt að vinna með. En þetta svona, já, hvernig CSS getur bitið menn eina mörgum leiðum. En hérna síðan bara dæmi sem þið getur skoða þar sem að er búið að setja svona upp einhverja svona síðu sem að hefur eitthvað svona einhvern vísi að alvöru síðu. Þeir eru búin að taka eitthvað og raða því upp og setja eitthvað hérna sem er til hliðar en eitthvað sem er fast hérna uppi, eitthvað sem að takmarkar breiddina af þessu. Þannig að þetta er til dæmis góður staður, kannski fyrsta góða dæmi til að skoða fyrir verkefni 3. Að lokum, það sem að Visual Formatting Module skilgreinir eru floats, en það er þá bara float, left eða right eða none og sjálfgefnagildið er none og þetta leyfir okkur að taka box út úr eðlilegu flæði en halda samt í raun hvar eðlilega flæðið er og miða við þá línu fleyta því til hægri eða vinstri. Og þetta er sama og gildir með boxin sem við skoðum á það sem var inline boxin. Ef það er ekki nógu mikið lárétt pláss þá ítast boxin niður og mynda nýjar svona línur þangað til að í raun þannig að þau fái plássið sem þau þurfa. Síðan fáum við þessar línur og þá þurfum við í raun að hreinsa og láta eðlilegt flæði komast aftur á og það gerum við með því að setja clear, left, right eða both eftir því hvað við viljum cleara vinstri flótið, hægri flótið eða bara báðum megin. Og ef við hreinsum ekki svona þá lendum við í vandræðum að því að þá fáum við ekki hæð á ytri bóksin sem halda utanum flótaðadótið. Og þetta var sem sagt áður en við fengum flexbox þá voru floats og position relative og position absolute það sem við höfðum til þess að búa til öll útlit og þá var fólk orðið mjög kreatíft og þá til dæmis voru til svona clear fix leiðir sem að losna við þessa hegðun. Og þó svo ég segi hérna í dag ætti ekki að nota float til að stýra útliti þá er það í raun í verkefni 3 þá þurfum við að nota float til þess að útfæra eitt part af verkefninu og þá munum við þurfa að nota eitthvað svona clear fix þannig að þið þurfa að hafa það í huga þannig að þá allavega hafið þið prófað það en síðan í framtíðinni þá notið flexbox til þess að gera það. En hérna er dæmið þá hvernig hlutir geta flótað og hérna erum við fullt af boxum sem eru að flóta fram og tilbaka. Þannig að við erum með einhvern texta hérna, eitthvað sem er í eðlilegu flæði, svo er einhver box hérna sem er búið að fjarlægja úr eðlilegu flæði og þau eru í raun flóta left og flóta right, þannig að við tökum þau úr þá sjáum við bara hvernig þau halda áfram að birtast hérna í eðlilegu flæði. En setjum þetta hérna float, þannig að við sjáum hvar það er hérna, flótum því til vinstri og þá sjáum við í raun fer úr eðlilegu flæði, næsti hlutur kemur bara alveg upp á honum af því að hann tekur í raun pláss hérna, það er ekki lagst ofan á hann en eðlilega flæði heldur áfram einhvern veginn hérna við hliðina og einhver hluta vegna er núna þetta box og þetta hérna, það er eitthvað komið í klessu og það er það út af því að það er ekki clearað. Svo ef við flótum þessu boxi, þá fyrir það hingað, en núna er þessi text einhvern veginn fastur á milli og hann er, já, út af því að það er ekki clearað, þá fyrir hann ekki fyrir neðan boxið. Hins vegar er það næsti containerinn, hann er með þetta clear fix sem þýðir þá að það er sett clear both og ef við fjarlægjum það, já þá reyndar á það við efnið innan hans, en þá myndum við þurfa að setja clear fix á þetta hérna til þess að það myndi detta hérna fyrir neðan. En hérna er í raun svona eina alvöru use case sem maður notar í dag að mestu leyti fyrir float er ef maður er með eitthvað texta og maður er með mynd eða eitthvað efni sem að maður vill að sé í flæði með textanum. Þannig að þetta er upprunalega hugsunin með floats sem var síðan hijackað þarna því það var hægt að búa til hérna layout með því. Ég er með einhverja mynd, svo er með einhver texta og með því að segja float left hérna þá er í staðinn fyrir þetta sé svona þá fæ ég myndina til þess að vera inn í textanum og CSS reiknar bara plássið sem að þarf í kringum það og textin bara flæðir í kringum það. Og sama hérna þegar ég er með hærri mynd sem að tekur það meira pláss þá er bara flæðir textin eins og pláss er fyrir og það skiptir í rauninni ekki máli breytin, það er bara að reikna út frá því hvernig floatið hagar sér. Þetta er Visual Formatting Module.